Komið sæl og velkomin í Kaldabotinn þessa vikuna. Hjá mér stendur enginn annar en Þorgeir Frímann Óðinsson. Velkomin. Takk með mig. Það er nafnið Toggi, ég þekki hann alltaf bara sem Toggi. Já, það eru margir sem gerir það. Já. Og kannski flestir. Flestir? Já. Ég segði fullt nafn að það vissi enginn hvernig ég verið að tala. Nei. En Toggi er með kraftfæri. Já. Velkomin. Við byrjum að hérna að skála bara í Jesú að þig. Taka Jesú í hjartað. Er trúaður? Já og nei. Okay. Ég trúi á æðri mátt. Og svona valkvætt. Ég vel það. Ég er ófær að vita það, sko. Þú veist, þetta er svona eins og með köttsóðunis. Þú veist, þetta er bæði til og ekki til á sama tíma. En ég finn það að þegar ég trúi á æðri mátt, sem ég skilgreini bara sem kærleika, ég trúi á kærleisleika Guð, eða hvort sem það kallaði kvenki, eða ókynjaðan kærleika, og sem er eiginlega ekkert flóknari en bara kærleikur. Að þegar ég leyfi mér að gera ráð fyrir því að það sé til, þá líður mér betur, það gengur betur og ég nálgast hlutina í meiri þakklæti og þannig að ég svona, eftir að ég gaf því séns, að þá er ég hamingju þarna. Vel gert. En þegar kemur að Jesú og öðrum spámunum og svona sögupersónum í trú, hvort sem það eru Þóru eða Óðinn eða Múhameð eða Búdda eða súfistar ýmsir, sko, að þá svona er þetta góða fyrirmyndir, sko. Ég er svona stundum sagt með Jesú að þó ég trúi kannski ekki endilega á að það sé, sko, ykkur skeggjaður Guð sem hafi barnað gifta konu einhvern veginn og hún hafi síðan eignast trésmið sem þú veist, allt þetta sem hafi læknað hennar sjúku með snertingu. Mér finnst þetta kannski í langsóttari kantinum, en mér finnst stundum gott að spyrja, sko, hvað myndi Jesús gera? Skilurðu? Og taka þá bara barnatrúna á það. Þú veist, nú þarf ég að nálgast þessa hluti af einhverjum bara erfiðan hluti af einhverjum frá einhverjum sjónarmiði. Og þá er ágætt að leita í hans fyrirmynd, sko. Sko, eins og ég ímynda mér að hann hafi verið. Já. En svo fer ég kannski að tala við einhverja lærðari menn eða konur og þá er ég bara einhvern veginn, sko, minn Jesú er miklu betur en þig Jesú. Og svo fyrir að kaupa vopn. Já. Nei, en án þess að ég þurfi eitthvað að útkljá þau mál, sko. En er ekki, sko, þörfin fyrir að trúa, er það ekki bara eina af þessum tilkynningum í tilkynningaflórunum, svona tilgangur lífsins, þannig að það sé eitthvað meira og æðra heldur en bara ég labbi hér og fari í bónus? Sko, já og nei. Sko, ég held að fara bara svolítið eftir hvernig við erum gerð. Fyrir mig að þegar ég var fyrir svona andlegri vakningu og fór að ganga svona meira með kærleikann í hjarta á þessu, og þá það sem var svo guðdómlega gott og mikill léttir að ég gat ekki keyrt bíl, sko, þú veist, þann dag þegar þetta átti sér stað, eftir það síðdegi. Og það var það þegar ég áttaði mig á því hvað ég skipti litlu máli. Og hvað ekki bara ég heldur Ísland, Reykjavík, túnið hérna fyrir hellulögnin hérna fyrir utan, hvort það sé bílastæði á Hverfisgötunni eða ekki, að í hennu stóra samhengi þá skiptir þetta engu máli, sko.
þú veist, við erum og ég gat þar af leiðandi hætt að vera reiður út í samfélagið, stóra samfélagshópa sjálfan mig líka og ég gat einhvern veginn sleppt tökum á því að ég bæri ábyrgð á einhverjum hlutum sem ég kannski hefði getað borið ábyrgð á og klikkuðu í fortíðinni og allt í einu bara skiptið einhver máli. Það var bara núið og svo var ég einhvern veginn í þessum raunveruleika í smástund og þá fór ég allt í einu bara að vera í einhverju svona mjög undarlegar stundir með sjálfum mér þar sem ég var bara svona að kveikja á kalda vatninu og var eitthvað bara pípulagnir. Ég hérna og það er bara heitt inni, það er bara heitt vatn í veggjunum og bara kalt vatn hér og svo fór ég bara sturtaði niður klósettinu og ég var bara eitthvað svo er bara eitthvað maður sem að skipuleggja bara eitthvað pípulagna þjónustan, þú veist, og svo bara eitthvað að pantaði ég með bara Dominos pítsu af því ég gat það, skilur við, og það bara kom einhver maður heim til mín með pítsu og það var bara, hann vildi ekki eins og vita hvað ég hét, sko, þú veist, og það var bara, hérna er pítsaðinn, gjörðu svo vel og ég bara eitthvað, nice, þú veist, og það var bara svo mikið þakklæti fyrir það allt í einu að vera í samfélagi og með fólki og vera partur af ættbálk sem á, þú veist, þessa sögu að hafa búið til öll þessi kerfi og allar henni infrastruktúr og allt þetta. Og þá allt í henni fór það að 4G í símanum mínum var að klikka í nokkra mínútur, þú veist, það skipti einhver máli, sko, þú veist, þetta var bara svo miklu betra heldur en að vera bara nakin út í kuldanum, skilur að skeina sig með laufi. Þegar þessi raunveruleiki allt í einu helltist yfir mig, sko, þakklætið og Er þetta eitthvað sem kemur yfir þig bara á afmörkuðum tíma eða byggðu þig að upp í það? Þetta gerist þegar ég er að verða, sko, ég er að leita í edrúmennskuna. Ég fer eiginlega inn í edrúmennskuna bara því að ég er langþreyttur á lífinu fyrir hvað, ég síðustu svona áratugur síðan og að verða og ég var svona búinn að sigla svolítið lengi á, þú veist, ég veit ekki alveg hvað ég að kalla þetta, á miklum vonbrigðum og sársauka. Ég var búinn að vera svolítið mikið í fórnarlamb og mikið í kringum fórnarlamb og var svolítið mikið líka bara svona móðgaður og sár fyrir hönd fólk sem ég þekkti ekki bara og samfélagsins í heild og var rosalega mikið að horfa í allt sem að gæti verið betra og að hlutirnir væri ekki fullkomnir að það fór svolítið í taugarnar á mig og það að ég væri ekki fullkominn, það fór ekki í taugarnar á mig og hérna, þú veist og það bár allir þú barst ábyrgð og þá var þetta kona mín og foreldrar mínir og þú veist, og ég einhvern veginn og sjálfstæðismenn og feministar og bara, þú veist, og svo bara þú veist, bara 96% samfélagsins ég skrifaði lista, sko ég var að beðin hjálp og þá var ég látið að skrifa svona lista og það var bara það voru eiginlega bara allir og sumir alveg þríteknir, sko þetta voru partar kannski af mörgum hópum sem að svo síðan sem bara ábyrgða því að þér líði illa. Já, bara ábyrgða því að mér líði illa og ég náttúrulega líka verið miklu vonbrigðum á því að þetta fólk skuldi sem að vera að kalla mig til ábyrgðar líka fyrir ykkur. Þannig að þetta svona að trúa á æðri mátt þegar vorum að tala um það, sko að hérna fyrir mér þá er þetta svolítið svona af hverju, þú veist, skilur þú getur trúa á æðri mátt með mörgum leiðum, skilur og ein leiðin kannski svo sem að þegar ég þóttist ekki trúa á æðri mátt þá var ég voðalega kveiktur út í það að æðri máttur væri ekki fullkominn. Þú veist, að því ég var alltaf að bíða eftir útópísku fullkomnun, það sem að allt væri nákvæmlega eins og að egoið í mér vildi að það væri, sko,
út frá einhverjum normum sem ég hafði tekið upp úr einhverjum amerískum og evrópskum og alls konar bókum og og það var eiginlega þegar ég áttaði mig á því að þú veist alveg sama hvort að sko það einhver Jehóva, einhver, þú veist, hvítur skeggjaður guð sem að eignaði síðan arabískan dreng sem að við málum myndir af samt sem hvítum karlmanni, eða þú veist, þetta allt þetta mengi, eða að einfallega bara það væri algjör röð tilviljana sem réði því að frá Stórakvelli og þangað til í dag við hugsum bara frá Stórakvelli þangað til í dag, bara öll samkotnin og allt þetta, við erum bara að tala að heimurinn var í 300 milljón ár veist, þetta er svo langur tími sko. Veist, það eru 600.000 ár síðan að fyrsta jarðarförin skrásett jarðarför á jörðinni þar sem við finnum leifar af því að einhver var grafinn með tillitsinni sko. Þannig að þú veist 300 milljón ár er eitthvað svona tími sem skiljum ekki að þá er allt efni í heiminum svo heitt að það er bara skilgreinilegt sem plasmi. Svo byrjar það að kólna hægt og rólega niður í fyrstu sólinnar og svo byrjar skýið að setjast niður og kjarnast niður í plánetur og við hugsum bara allt sem hefði getað öll andatökin á leiðinni sem hefði getað farið öðruvísi með þeim afleiðingum að hér væri ekki pláneta í fullkomni vegalengd frá sólu eða stjörnu til þess að hér væru skilyrði til lífs hvað það orðið til líf og alla frumunnar og allt þetta og bara öll mómentin fram að því að við sitjum hérna og við erum bara færir það að vera með meðvitund. Það er gott að ekki búin að hugsa þetta. Nei, já, og ég kannski velti þess aðeins fyrir mér ég þurfti svolítið að gera það sko því að ég átti pínu, mér var svolítið mikið illt og ég þurfti svolítið mikið að ég þurfti kannski bara ég þurfti að sjá þetta rosalega skýrt. Tekna þetta upp fyrir. Já, og ég gerði það sko og unnið svolítið með það í myndlist og svona bara fyrir mig persónulega í teikningum og svoleiðis, kortleggja þetta. En ef við fyrir mjög uppruna, þú veist, bara þú sem barn, borgarbarn. Já. Og var sársökin eitthvað sem fylgdi þér úr bernskunni eða var eitthvað sem þú bjóst til á leiðinni? Hvernig var ferlið á þessu? Sko, já, ég sko ég veit nú ekkert hvort að foreldrar mínir verða ánægð með það að ég segi þessa sögu en sko allavega kannski pönslæðin en ég er ættaður þannig að sko langamma mín á Seyðisfirði á það 15 börn með 4 mönnum en amma mín, dóttir hennar hún er sett í fóstur til systur sinnar fyrir norðan það sem var nú ekki alveg orðin bær sko og á það 13 uppeldissystkini. Maðurinn hennar afi minn, hann er úr Ísafjarðardjúpi, úr Arnarfirði og það sem ekkert hægt að koma. Arnarfirði? Já, það sem ekkert að koma. Það er örugglega skyldur það. Já, væntanlega. Já. Og síðan og það er fjölskyldarinn af mömmu og þau búa í Æsufellinu og pabbi er síðan kemur og hans foreldrar þau flýja gos í Vestmannaeyjum og búa í Keilufellinu og ég hef heyrt það að pabbi minn hafi verið þetta náttúrulega Vestmannaeyingur og kannski ekki alveg að pöggaður í tískunni, hann var kannski nær hippunum í því en mikill tónlistarspekulant og var plötusnúður í Eyjum og svona áður en sáviðbröð á sér stað og ég hef heyrt í fleikt að vinurinn af mömmu pönkararnir hafi lamið pappa í strætóskýli í Fellónum fyrir þetta niðurferði og tekið veskið hans og mamma hafi síðan ekki fundist þetta alveg nógu töff og farið til að skila veskinu og 9 mánuðum seinna þá fæðist ég. Þannig að þetta er svona lífi gerist þarna erum við með 20 og 18 ára gamlan einstakling í sko miklu verkamanna þú veist með lítið bakland þannig og náttúrulega samfélagið allt öðru sildur en það er í dag skilur og mamma fer svo bara á flandur hún er að flýja heimilisástandið hjá sínu heimili skilur
vill ekki og vill vera sjálfstæð og pabbi bara fer að byggja sig upp, þú veist, er að klára, þú veist, nám í iðn og svo stökkbreytist hann í prentinn og svo kemur allt inn í digitalið inn og þú veist, það breytist allt og eftir á að hyggja þegar ég horfi tilbaka, sko, þá er ég ótrúlega þakklátur. Ég er ótrúlega þakklátur þegar ég set mig í þeirra spor og ég spyr mig hvernig þetta hefði verið. Þá er ég rosalega stoltur af þau. En á þessum tíma að, þú veist, þá er fólk að fara í vinnu þegar ég vakna og þau voru kannski ekki, og þau voru ekki saman, sko, þannig að þau eru sitt hvora leið. Þannig að á þessum tíma þá var kannski bara enginn heima þegar ég vaknaði. Það var bara verið að byrja að vinna klukkan 6-7 á morgnana. Og svo kem ég heim í tómt hús og er til skiptis hjá öfum og ömmum og systkinum og hér og þar. Og þú veist, ég var í flytt með mömmu til Svíþjóðar þegar ég 3,5 árs, eitthvað svoleiðis, sem kem heim 7 ára. Skólakerfið í Svíþjóð er öðru sem byggt upp heldur en hér. Þannig að ég kem inn í grunnskólan árið og seint, er í skóla sem er ekki í hverfinu þar sem afi og amma byggu það, því að mamma vildi ekki búa með þeim og vildi flytja. Þannig að ég er settur í skóla í Óskahverfinu, sko. Sem er? Breiðagerðsskóli. Já. Er þar í 2 ár. Það var eitthvað ekki að ganga alveg nógu vel hjá mömmu. Við vorum á Flandri. Voruð þið bara 2? Við vorum bara 2. Og ég held við náttúrulega búið á 10-15 stöðum á þessum tíma, skil. Já, ok. Og inn á vinum, okkur hótelherbergi þar sem að mamma var að ræsta hótelið, bara svona fram og tilbaka. Svona rótleysi, algjört rótleysi. Þannig að ég fer til pabba í 1 ár og er þá í Selárskóla í Árbænum og þar var klárlega meiri rótfesta en pabbi bara vann í prentsmiðjunni og var bara langa vaktir og mér leið ekki vel í skólanum, ég eignaðist ekki vini og ég fann mig ekki þarna frekar heldur en ég hafi gert í að búa í Hlíðunum og verið bregið, skilur ég var einhvern veginn gestur þarna eða mér leið ekki eins og ég var ekki festar og rætur þarna og tókst nú einhvern veginn að hringja sjálfa mig inn veikan í skólan bara, sagðist að Þorgeir væri með heilahimnubólgu og plataði pappa greið alveg upp úr skónum og afi minn í hans ætt sem var kennari, hann heyrði þetta nú bara frá skólastýrinu í Selárskóla, þau voru saman í heitabottinum í Fellum og svo bara fyrir hún að spyrja hvað með að Þorgeirðin hún er bara búin að vera með heilahimnubólgu bara í leik, þú veist pabbi var ekkert par ánægður þegar hann kom heim þann daginn, ég skil það sko vel en ég veit ekki hvort að það var út af því eða hvað en ég fer svo aftur til mömmu og þá er mamma komin með íbúð og við erum þarna niður í miðbæ í eitthvað smá tíma og svo fer ég þegar ég fermist þá fer ég til Manchester þegar ég kem heim aftur þá er mamma bara búin að kaupa með nýja manninum sínum hús á Álftanesinu og þá var ég einhvern veginn komin allt í Garðaskóla með einhverjum silfurskeiðingum og en sem að upplifa mig sem einhvern sveitalúða því ég kom náttúrulega með strætó á Álftanesinu og það varði þetta náttúrulega bara brjála kultúrklass sko og þannig að ég fer einhvern veginn svolítið í gegnum bara grunnskólan í þessu Flandri og mínir vinir eru bara pönkararnir í miðbænum og þannig að það er alveg örugglega hægt að segja það að ég hafi ýmist verið í eða sjálfur verið slæmi félagsskapur þarna á þessum árum sko og auðvitað litast maður að þessu að það er auðvitað mikil ótti við þetta rótleysi og þetta sem við kalla svona afkomuótti að einhvern veginn mega ekki missa tökin allt í einu á þessu haldreipi sko, að fara aftur þangað og það stjórnaði mig lengi sko, það gerði einhvern veginn allar ákvarðanir sem ég tók og svona ég var alltaf einhvern veginn í miklum ótta
og óttinn einhvern veginn. Já, hann stýrir við þessu svolítið og þetta þetta bara þannig þegar maður lifir í ótta lengi að þá fara að verða svona sjálfuppfyllandi spádómar. Maður fer að spyrja sig sko af hverju ég en ekki þú. Maður fer að vera þessi aðskilnaður. Maður fer að aðskilja sig frá samfélagi. Þú veist, maður fer að upplifa það allt í einu í samanburðinum. Það enginn sem að deila þessum reynslu heim sem ég með, sko. Af hverju, og það þegar maður komið þangað, sko, þá svo auðvelt að réttlæta, þú veist, þið þarna heppna, lánsama fólkið sem ég náttúrulega bara með ykkar eigin sértæku vandamál og raunveruleika sem ég náttúrulega bara sé ekki, af því að ég er svo mikið í mínum eigin sásöka, ég er búin að loka mig svo inn í einhverjum fílabeinsturni af sjálfsvorkunn, skilur að það er svo auðvelt að réttlæta það að ég má bara stela dótinu þínu. Þú ert einn af þarna fáiðum sem er að kúa mig, sko. Skilur við, og þá fer þessi ótti að umbreytast í réttlætiskennd, sko. Og reiði, og þessi réttlætanlega reiði. Og svo náttúrulega, sko, verður til þarna sérplægni, sko. Og sérplægnin einhvern veginn þú veist, og óheiðarleiki, skilur við, því að þú veist, þegar maður er farin að brjóta á öðrum einhvern veginn í einhverju réttlætiskennd, sko. En survivalismi, að sjálfsögðu, neinin kennir nögtum tokka að stela, sko, það er alveg klárlega þannig. Þú veist, þetta getur maður sett þetta í það samhengi, en við erum að tala um líðan og sársauka og fortíðina, skilur við. Og þetta leiðir náttúrulega bara að sér á endanum þegar maður er hættur að vera heiðarlegur. Maður er hættur að vera heiðarlegur við annað fólk. Maður er hættur að tala um það hvernig þessi raunverulega líði. Maður er ekki búinn að gera upp neitt. Og það er allt í kringum mann gerendur og siðblindingar. Þetta er bara allir siðblindir nema ég, skilur við, á ákveðnum tímapunktum. Að þá endar maður í því að maður er einhvern veginn bara kjarnar á milli þess að vera í einsemd og biturð. Og það leiðir mann bara í sjálfsvígshugsanir og er það ekki bara þið kærkomna ástand að hætta að vera til, þú veist. Og þannig að klárlega er þetta allt saman, jú, ég meina þetta Hugsaður þetta uppátt í gegnum þetta ferli? Ég hugsaði þetta fyrir 10 árum, 8 árum síðan, þá kortlagði ég þetta. Og tek ákvörðun það að annarkvort sé þetta búið eða ég finni hamingju. Og hafði rænu á því að leita til vinar sem að þekkja síðan ég var 4 ára, minn elsti vinur. Eiginlega meira bróðir minn en vinur. Okkar vinótta er minni en kærleikurinn, við getum meila orða, ég veit ekki hvort það skilst sem ég er að segja. Hann skilur þetta, við ekki óheirilega hann og bara banka hjá honum og segi ég er að koma að gista á sófanum þínum og ætlar að fara með mig og svona aðfund. Skilur við. Hann er bara eitthvað, ok, þú veist. Og þá hefst þetta starf, sko. Og þá þessi leit. Og hún var mjög markviss og hann var mjög svona einbeittur brotavilji að finna nýja leið í lífinu. Það gekk bara mjög vel, sko. En fram að því, varst það misnótt að vímugjafa eða ég er svona eins og þú varst óheiðarlegur, ég meina, var það skipulagt óheiðarleiki, varstu að flotta innbrot eða ég er kannski bara fyrst og fremst óheiðarlegur sjálfan mig, sko. Þú veist. Ég var á æskuárunum, sko, í grunnskóla og svoleiðis að þá var maður bara villingur og gemlingur og lög og regla var ekkert sem að varðaði mig, sko. Maður gerði bara það sem maður þurfti. Ég meina, þegar maður er 13 ára og maður gengur í hús að selja harðfisk og fyrirtæki að þegar maður ætlar að kaupa jólatríin og heimilið, skilur, af því það er engin annar sem er að fara að gera það. Þú veist, svo kemur einhver og spyr mann hvort að maður hafi áhuga því að brjótast inn í sjoppu og því að við komum sér til í að kaupa manni sígarettukartón, skilur.
Já, ég fer inn þannig að glugga, skilur, eða viltu henda út fyrir mig einhverju hassi eða einu og þessu, skilur. Það var alveg bara raunveruleiki sem maður bjó við, maður var bara, þú veist, já, ég bara glæpamaður. Þetta var bara svona í djúpri æsku, sko, snemma á unglingsárunum, var maður bara þarna. Og svo komst ég út úr því, hún komst aftur inn í menntakerfið og fannst ég vera búin að snúa við blaðinu og var ég edrú í einhvern tíma án þess að vera í prógrammi og án þess að fannst ég bara vera einhvern veginn sérstakur og ég gæti bara gert það. Svo maður komin inn í listanám og í listaháskóla og þar fólk að fá sér Jónu og Reykjavíkin og taka NDMA eitthvað svona, en það var ekki þetta harða líf, sko. Og þá var maður tókst maður einhvern veginn að réttlæta þetta aftur að, sko, ég ekki glæpamaður, ég menningaviti. Skilurðu? Þetta ekki kriminalt, þetta bara fasjón, skilurðu? Og á þeirri sjálfsblekkingu, sko, það sem ég var náttúrulega ekki búinn að gera neitt að þessu upp. Ég var ekkert búinn að taka til í neinu, þannig að ég gat alveg lifa mig inn í þá sjálfsblekkingu í smá stund, sko. Og svo bara, og ég svolítið svona kannski eins og var svolítið svona eins og rispuplata aftur á bak. Þú veist, sko, sprengingin í upphæði. Þetta var langverst þá. En svo bara undir að síðasta fyrir 10 árum, þá var þetta bara orðið þannig að mér fannst ekki gaman á barnum. Mér fannst ekki gaman í partíum. Mér fannst ekki gaman að sitja heima með mér og ég var háfunkarandi og góða tekjur. Ég var að taka með verkefni þess að ég var mikla ábyrgð og svo skilaði þessu öllu. Þú veist, ég var ekkert með bankan eða innheimtumann ríkissjóðs eða neitt, ég var að vera algjörum skilum með allt í lífinu. En svo var þetta bara mánudagskvöld, hvað ég var að gera? Ég var að opna hérna Hvítín og reykja hálfa Jónu, bara litla. Skilurðu? Það var þriðjudagskvöld, hvað ég var að gera? Þetta var bara svo orðið svo óbærilega leiðilegt. En David þetta, var það virkaði ennþá sem David? Það var sársauka? Nei, það var umverulega það sem var vandamál. Þetta var hætt að virka fyrir löngu síðan. Ég held að þetta var hætt að virka fyrir 25 árum, skilurðu. En það sem ég áttaði mig kannski bara á var það eftir að ég ákvað að gefa því síðan sem vera bara algjörbindismadur að þá allt í einu áttaði ég mig á því að ég vissi ekki hvað rómantík edrú var. Ég þurfti að spurja mann ég var búin edrú í 6 mánuði og mann sem var að hjálpa mig með það og sem ég ævilega þakklátur og eitthvað besti maður sem ég kynnst á ævinni og ég sit heima hjá honum og ég að segja hann, hvað gerum við svo í rómantíkinni? Ég átta mig á því öll mín langtíma sambönd hafa verið stofnað til á kaffibarnum sem kannski útskýrir líka hvernig þetta við enduð, sko, og að því mér var bara löngu farið að finnast vera leiðilegt að vera á kaffibarnum eða hvað bar svo sem sko, en ég kunni bara ekki að eiga vini öðruvísi, ég kunni ekki að finna mér maka öðruvísi, ég kunni ekki að vera til öðruvísi. Það var alltaf vínur með tenging. Já, sko, þannig ég var kannski bara, mér langar að fara að eignast vinkonu, ég einmana, þá fer ég á barinn. Hvað þessi vinkona, hugsanlega vinkona að gera á barnum? Já, hún þar til að fá sér í glas, af því að henni finnst það skemmtilegt. Og hvað gerir ég til þess að gangi í augun á henni? Ég kann alveg að fá mér í glas. Ég kann alveg það leikrit, sko. En svo þegar ég bara langar mér kannski bara að ég og hún flytjum bara í eitthvað útkörfi og förum að gera eitthvað allt annað, þú veist, henni langar það ekkert, skilur við, þú veist. Þannig ég var bara svolítið alltaf að veiða í einhverjum miðum, einhvern fisk sem mér langaði ekki í, sko. Mér langaði ekkert að eiga vini sem voru alltaf á partum, mér langaði ekkert að eiga maka sem vildi alltaf vera að fara í eitthvað partí og djamma. Mér langaði ekkert af þessu, ég bara kunni ekki að existera, þú veist, án þess. En konur með manni svo þig í þessu ástandi og það konurnar sem veljast af þér eru náttúrulega einhvers staðar púsli á móti þér í öllu sem verður að díla við. Ég held að, sko,
í einhver tíma sko í dag ég sko tekið fulla ábyrgð á því að ég var ekkert í ástandi sko, ég var ekki heiðarlegur við sjálfan mig held ég bara í öllum samböndum sem ég stofnaði til á ævinni, vinasamböndum, kynferðislegu samböndum, ástarsamböndum, að ég var óheiðarlegur við sjálfan mig, hvað ég vildi, hver ég var að leitast eftir og þannig að sko það að ætla að draga einhverja aðra manneski til ábyrgðar í því hvernig það fór heldur en sjálfan mig eitthvað sem ég ger ekki. Settur ábyrgðin á þér yfir á færið? Já, og bara ekki kannski endilega ábyrgðin á mér, heldur kannski bara ábyrgðin á því að ég var ekki hamingjusamur, skilur það var ekki gaman að við ættum ekki sameiginlega áhugamál sem voru ný áhugamál hjá mér sem bara kviknuðu áðan, skilur að ég var bara í flótta, ég var bara að flýja og eitthvað sem ég vissi ekki og gat ekki nefnt og þetta svo fyndið þetta sko þegar við kunnum ekki að vera með okkur sjálfum sko. Þú veist, ég hef svolítið verið að hjálpa fólki núna, ég hef búin að vera að kenna hugleiðslu og ég að reyna að hjálpa öðrum og svona. Það er vísnendur að útskýra þetta með lærdóm að þessu að þetta þetta þegar sko komið með ást sem þannig að sko ég bara í mólum og ég bara með eitthvað grímu. En ef svona flott manneskja sem þú getur sagt við mig að þú elskir mig að þá hlýtur að vera í lagi með skilur við. Þannig get ég fengið lánaða sjálfsvirðingu í þinni athygli og svo ég bara kannski með þessa grímu og svo þú kannski bara líka með annars konar grímu, með önnur sár og með önnur megin og við erum og þá fer allt inn að koma þessi sko, og þetta svolítið svona að tekur þetta hjarta sem maður bara ég veit ekkert hvað ég á að gera við þetta og drýli bara allt í sárum og mólum þú mútt eiga þetta, ég elska þig það er þessi, ég elska þig þetta er klaufalega og hinn manneskinn bara eitthvað, já, takk, takk þú og svo maður eitthvað og það er allir glaður í smá stund og svo gerist bara eitthvað bara, Toggi, pabbiðinn var veikur eða við bara farum að mæta í vinnuna, skilur við bara eitthvað eða hjá hinni manneskinni, skilur við bara athygli þarf að fara annað og þá fer allt í hennu bara býtu ertu ekki að klappa, þú veist og þá fara að koma þessi orðræða sem svo skrítið og maður heyrir í öllum ástarlögum og bara allstar í menningunum bara eitthvað I can't live without you og allt þetta og þetta verður þetta codependence það sem maður sko af því að ég get á annan bóið þá get ég sagt, þú veist, þú fullkomnar mig, þú gerir mig svo sælan, þú gerir mig svo hamingjusaman, þú gerir og þú gerir að þá get ég síðan snúið við peningnum og sagt þú gerir mig óhamingjusama þú ert að meiða mig þú ert en auðvitað þetta bara ígrundast þetta hjá mér sko mín svona hegðun ígrundast bara í því að ég var bara ekkert nóg fyrir sjálfan mig ég gat ekki fullnægt það að vera einn með sjálfum mér var bara óbærilega leiðilegt sko. Maður hengir ekki sjálfan sig og býður sér í bíó og skilur þegar mann líður svona með sjálfum sér. Nei og þannig að það er algjörlega fullkomlega óábyrgt og var þá og í dag bara, þú veist, ég bara færum að áttum á því í dag sko hvað það var fullkomlega óábyrgt af mér í fyrsta lagi að vera í þessum samböndum en líka í öðru lagi bara hvað ég var útrúlega óheiðarlegur við þetta bara fyrst og fremst sjálfa mig og þar að leiðandi bara sem afleiðing af því við aðra sko og þannig að þú veist þannig að það er já svona þess að svara þessu spurningu ég veit ekki hvort ég skildi hana rétt en ég ber engan kala til og dreif engan til ábyrgðar í neinum af mínum samböndum sko þú veist nema sjálfa mig og þá búinn að fyrirgefa sjálfa mig líka sko þannig að ég bara þokkala góður sko Eitt lærði ég á miðjum aldri nú ég sem sagt þú stefnir bara í eldri borgara flokkinn sko já það sem mér lærðist eftir 30 ára terapíu og
og svona, koma úr brotnu umhverfi og allt þetta. Það er þessi litla rödd inn í mann sem segir, á ég það skilið að vera elskaður? Já. Er ég þess verður að vera elskaður? Þannig að þegar einhver segir við mann, ég elska þig, þá er einhver rödd sem segir, ekki kaupa þetta alveg hrátt. Fattar hvað ég meina? Að leyfa einhverjum að elska sig er mjög erfitt ef maður er með brotna sjálfsfylgjum. Já, það er það. Algjörlega. Og það kannski tengist síðan inn á það hvað þetta var einhvern veginn þessi andlega vakning hvað hún var fullkomin. Þetta gekk, bara allt í einu gekk allt reiknistæmið upp. Reiknar það út eða kom þetta bara Þetta bara einhvern veginn, öll púslin einhvern veginn, þetta raðaðist bara upp fyrir mér. Ég var búinn að vera að hugleiða þetta. Ég var búinn að vera að skrifa ykkur að lista, ég var búinn að vera að fara með ykkur að möndrur, ég var búinn að vera að vinna í 12 spora kerfi aðsamtakana, ég var búinn að vera að gera alls konar hluti og svo bara allt í einu bara rann það upp fyrir mér að þetta er allt saman, þú veist, bæði það að ég var búinn að átta mig á því að rótin að þessu öllu saman var það að ég var bara einfaldlega ekki þakkláttur fyrir það að fá að vera til. Af því að ég var búinn að vera alla tíð eða í mjög langa tíma í samanburði við fantasíur hvernig væri nú að vera til öðruvísi, sko. Akkur er ég ekki núna á strönd í Tælandi? Akkur er ég ekki einhvers staðar í einkaþotu? Akkur er ég ekki hérna á þessum bíl? Akkur er ég ekki hér og hér og hér og hér? Akkur er ekki pabbi minn Björgólfur Thor eða Jón Ásgeir? Akkur er ekki þessi hérna? Þú veist, þannig að allt sem ég hafði og átti, það var alltaf kannski bara alveg hellingur, en það var bara aldrei nóg, af því að það var alltaf einhvern veginn grasi grænna hinum megin. Og þegar ég áttaði mig á því að ég var bara einfaldlega bitur út í, þú veist, þegar ég var bara alveg fór niður rótina, ég var bara bitur yfir mínu hlutskipti að fæðast inn í þá atburðarás sem að leiddi mig síðan. Og þar af leiðandi var ég bara ekki þakkláttur fyrir það að vera á lífi. Og það var bara það. Það var bara sá einfaldi vendipunktur þegar ég áttaði mig á því að foreldrar mínir, afi minn og amma, við erum öll afsprengi umhverfis okkar. Þau voru bara gerðu bara klárlega sitt besta og ég er ótrúlega þakkláttur fyrir allt þetta fólk í dag. Og ríka og góðar minningar mína forfeður sem að ég fékk að þekkja og góða vináttu við foreldrar mín í dag og ég er ótrúlega þakkláttur fyrir þau og ég elska þau mjög mikið og ég líti upp til þeirra að mörgu leyti en sem ég gerði ekki í langa tíma, sko. Og þegar, já, ég var reiður og bitur og ég var vonsvikinn og allt þetta en á sama tíma þá líka snerist þetta svo mikið það ég var líka reiður og bitur út í mig að ég gat ekki gert betur og það var ekki fyrir en ég fattaði það að Guð eða æðri máttur ætlast ekki til þess að ég sé fullkomnari en þau. Þessu var aldrei ætlað að vera fullkomin. Þetta er bara rússíbani og þú fékkst einn miða og annarkvort er gaman hjá þér eða ekki en hann mun fara upp og niður og þú verður hrættur og þú færð í magann og þú ælir og þetta verður alls konar og endanum hendust út og drefst, sko, en þú fékkst miða í rússíbanan og þú ræður alveg hvernig þú tekur því, sko, og það var það moment þar sem ég gat einhvern veginn fyrirgefið bæði öllum, öðrum og sjálfum mér. Þar sem ég upplifði það að það væri kærleikur og hann er bara fyrir framan mig og allt í kringum mig og eina sem ég þurfti að gera var að meðtaka og það var bara þannig sem þetta gerðist og þetta var alveg surrealist moment, sko. Ég stóð fyrir þetta háskólanni í Háskóla Íslands á tröppunum fyrir framan fallu stóru steinbygginguna á svona grámiklulegum höstdegi, þetta er sunnudagur og ég er átt að maður því að ég er að klárast ég er að fara að skilja og ég er eiginlega bara heimilislaus og atvinnulaus og veit ekki alveg hvað snýr upp eða niður og veist, ég er ekki með eitt plan og þú veist, ég er bara á svona okkur núllpunkti
og ég horfið hann yfir túnið og það eitthvað svona runni að það sem búin að fella lauf, sko, eitthvað hrísla og svo eitthvað gæsir þarna sem eitthvað að skýta á túnið og svo öskjuhlíðin að einhvern veginn og fullt af bílum og þú veist, þetta var ekki fallegur, þetta var ekki fallegur sólskinsdagur. Það var engin rómantík í þessu. Þetta var svona fullkomlega hallarslega ömurlegur, einhvern svona íslenskur haustdagur, rakur og grár, og það byrjaði að kólna. Og ég hefði farið niður í háskóla bara því ég vissi ekkert hvað þetta gera, bara til þess að ég var í námi og ég ákvað bara að vinna eitthvað hópverkefni, þannig ég var allan að geta þannig sagt að ég er búinn að gera það sem ég þarf að gera. Og svo veit ég ekkert hvað lífið snýst. Og ég stend þarna fyrir framan og horfi á hana runna og horfi síðan á gæsirnar og ég átta mig á því að bara svona andartaki að þessi runni bara fellir lauf og gæsirnar eru og skýt og þeim alveg saman hvort ég lík háskólanámi, skýin og þetta var einhvern veginn bara allt í einu bara sá ég bara ásýnd Guðs. Bara ekki, þetta var ekki andlit. Þetta var bara nákvæmlega þessi grámiklulega sena. Himnarnir opnuðust. Já, en þetta var bara svo guðdómlega, það var allt svo fullkomið. Og þetta moment, þetta fallega moment, það sem að samhengi ábyrgðar hjá mér á einhverju öðru heldur bara þú ert hér. Hvort það í góðu skapi eða í slæmu skapi. Hvað ætlar að staðsetja þig á skalnum? Svart upp í og einhvern veginn bara á þess að ég bæði það þá bara lenti ég einhvers staðar þarna í bara þú veist, snjóhvítur bara í 100 sko og ég var bara og nokkrum ykkur seinna voru vinir mín farnir kvart yfir því að ég væri óþolandi jákvæður það væri ekki hægt að tala við mig þegar ég var alltaf bara eitthvað en spáðu þess að bara í hvað bara næs að það sé súrefni. Það hefur aðeins mildast, sko. Var þetta svona stóri vendipunkturinn fram á daginn í dag? Þetta moment á háskóla? Þetta svona kannski... Þetta kannski... Nei, þetta stóri dagurinn hafi kannski bara verið nokkrum vikum áður, mánuðum áður, þegar ég fór til félaga og bað hjálp skilur ég veit ekki, það erfitt að þetta svona eins og þú veist flóni í tarotdekkum sko, fyrsta spili kjáninn sem stígur fram af þú veist af bjargbrúnni sko að og svo kemur galdramaðurinn og svo skilur og það er svolítið erfitt að segja sko hvað þetta er þetta svona ferðalag er náttúrulega bara röð alls konar þetta er bara moment sem ég man eftir skilur þar sem að þú veist, þannig ég veit ekki hvort að örlagi er ekki punkturinn ef maður þetta velja einn punkt eða þegar ég ákveða að fara lítið kringum mig eftir laust eða biðja hjálpina eða þegar ég vann vinnuna eða þegar að vinnan akkurat þarna bera ávöxt þú veist, þetta er eiginlega kannski meira það þetta er eiginlega meira bara þegar þú stendur út í kuldanum og þú ert búin að vera að leita lyklunum og af því að þú ert læstur úti sko og svo þetta er momentið þar sem að ég var búin að finna þetta og ég er búin að opna hurðina og ég er komin inn og áttar mig á því að það er hlýtt hérna, skilurðu en þú fattar, en það var auðvitað fullt af atburðum þarna fyrir, sko, þannig ég veit ekki, þetta er eiginlega bara svolítið kannski svona, þetta er svona halvt ár það er að prósessa þarna, þess að ég einhvern veginn bara tók gleðin mín á ný, sko. Og einhvers það tekur ákvörðun út úr því. Já. Það fara einhvern stíg. Já, nákvæmlega. En ástæðan fyrir ég spyr því að þetta snýst svolítið mig, sko, við erum líka að tala um því. Tölum við þig, já. Nei, já, við höfum nú heist. Á lífsleiðinni. Svona, sko, ég er á svona punkt, ég er á svona svipað fortíð þó mörguleiti og allt það. En ég á punkt fyrir 30 eitthvað árum þar sem að ekki þetta gerðist, en ég var semst í símtali við eldri bróður minn sem er þerapisti. Ég var gæinn inn út meðferðum, óheiðalegur, bullandi óheiðalegur, tilfinningalega mest.
alltaf að reyna að búa til fjölskyldu af því að þá verður allt gott og svona. Mistókst allt. Finna þetta sem þú áttir ekki. Já, og sjá einhverja svona rómantíska mynd af því og svo að konan kannski bara ekkert að púla þetta og vildi bara ég er í töffari og eitthvað og ég vildi ekkert vera töffari. En aftur á sögunni, að mómentið þegar á landlínur sko, bróðir mér hringir í mig og ég er eitthvað svona pirrað í gæðin. Alveg ógerður. Ég er mjög og að henda mér út á Vogi. Bara fyrir korteri. Og hann heyrir í mér tónum og verður pirraðar á mér. Og ég eitthvað svona, hvað pirrið þetta? Og þá segir hann með mig, sko ég þoli ekki út svo hugljus. Þetta var náttúrulega allt í götustrákinn bara, fuck you, ég get þetta íspilni og allir þessi pakki. Já. Og og nei, ég er ekkert að meina það. Þú ert svo huglaus að þú þorir ekki að birta hver þú ert. Þar alveg getur aldrei orðið neitt. Ég var klálega að fyllir í aftur. Ég man í braut síma. Ég hafði skellt svo oft á hann. Þetta var mómentið sem var svona kveikjan að því að vilja eignast, skilur, það var alveg rétt hjá hann. Ég var svo huglaus í þorði, að mér svolítið myndinni svolítið á það, þessi upplifunin, og hættum að láta þáttin snúast mig, en ég vildi samt segja þessa sögu. Það var svona X-punktur, þrefið setna að hugsa með astnærum því ég fattaði samhengi hlutana. Það var alveg rétt. Heimurinn kom fram við mig eins og ég sagði honum að koma fram við mig. Já, nákvæmlega. Og trýtaði mig eins og ég trýtaði hann. Og ég þorði aldrei að sýna hver ég var. Þar leiðandi var ekki sénsinn í deilast líf. Nei, einmitt. En skemmtilegt segja þessu. Já, ég tengi við þetta. Ég held að mannlega upplifun, þú veist, ákveðin leiti, sko, við eigum svo mikið af orðum og við eigum svo mörg tungumál, sko. Við eigum svo mikið af svona málsáttum úr páskaeggjum, skilur við. En ég held akkurat þetta að mannlega upplifunni er oft á tíðum bara rosalega lík, sko, þú veist. Og það sem ég varst tekið eftir, sko, þegar ég leyfi mér að vera heiðarlegur með það hvernig mér hefur liðið og hvað ég hef upplifað og hvað ég hef hugsað og gert, að meirhluta af tímanum þá finnst mér eins og fólk bara tengi alveg ótrúlega vel. Og ég held að þetta sé bara kannski líka það við búum í samfélagi, sko, það finnst ekki skömm. Og maður það er svona eitthvað svona falskur raunveruleiki þar sem að allir það er rosa mikið verið að kasta steinum og glerhúsum, sko. Og það er svona mín upplifun að ég var alltaf rosalega hræddur við það að opinbera sjálfa mig því ég yrði náttúrulega bara svipstundum bara myndi koma hérna niður í mig elding og ég bara sendur niður til helvítis, sko. Ég náttúrulega áttaði mig ekki á því að ég var bara þar, sko. Þetta snerist það, ég þurfti bara að vera heiðarlegur svo ég geti komist út, sko. Heiðarleikinn myndi gera mig frjálsan, en mér finnst bara til dæmis eins og í dag að því það skiptir svo miklu máli að fólk eins og ég og þú getum tala saman okkar tilfinningar. Ég fekk nú að njóta þessa kynningar þegar ég var unglingur og það hjálpaði mér mjög mikið. Það var ákveðið haldreipi fyrir mig að þú veist, að því ég held að þetta er svona skref sem við tökum í átt af því að verða fullorðin og þroskast. Við erum alltaf að taka þau þá maður getur síðan eyrnamerkt einhvern tímann og svo hérna tók ég stórt skref. En ég átti nú annað stórt skref þegar ég kynntist þér og læriði heldur gæðir. Ég var vel eftir því þegar við kynntumst. Já, ég hef alltaf verið þakkláttur fyrir þig. Og þig ég þetta var rosalega eftir. Já, sömuleiðis. Frá fyrstu kynni. Sömuleiðis. Takk. Og en það sem mér finnst í dag og allt þetta Me Too og sem þarft, þú veist. Þegar maður heyrir sögur af einhverjum kvikmyndaframleiðendum í Bandaríkjunum sem eru bara Weinsteinar og það fær engin vinnu í bransanum öðru heldur en að fara inn á hótelherbergi og þeim og fara í sturtu og meðan horftir eitthvað svona, maður er bara eitthvað út með hann gæja, skilur, þú veist, auðvitað. Ég er ekki að segja, ég skil að það er þörf á
samtali og þjóðfélagslegri breytingu og allt þetta. En svo svona, þú veist, þegar við erum að tala þú veist, það að við erum öll afsprengi umhverfis okkar. Og þetta svona, ég velti þessu fyrir mér, sko, ég í 4 stráka sem ég er þakkláttur fyrir og 6 yngri systkini, svona, ef ég tel alla með, sko, stjúp og fóstur og allt þetta. Og þú veist, maður búinn að horfa á ansi marga fara úr því að skríða í að standa upp og fara úr því að láta skeina sér í að, þú veist, og þú veist, þegar maður svona lítill og maður stendur bara upp og þú tekur bara 1 skref og svo dettur á andlitið. Og hvað ef að það væri bara foreldraðinir og allt umhverfið væri bara eitthvað, þú bara, þetta þarna, þú skeist á þig, skilur við. En þannig og svo förum við bara í leikskóla og við lemjum einhvern í andlitið með bíl af því að, þú veist, eitthvað tökum og skilur við á þetta og étum sand og þú veist, bara svo í áramótaskaupinu við erum bara Benny Ellings í áramótaskaupinu, skilur við, bara öll. Og svo erum við bara orðin 7 ára og svo erum við bara 12 og svo erum við bara orðin 16 og þú veist, og svo erum við bara ákveðnum tímapunkti þá bara ef ég geri mistök núna þá er bara útist á samfélaginu. Það bara, ef ég geri þessi mistök að, þú veist, daðra við einhvern vinnustað eða eitthvað svona, ég ger eitthvað og fannst ykkur óþægilegt það sem ég gerði. Og þá er ég bara útýst á samfélaginu, bara, skilur við, við höfum bara skeist á því í síðasta skipti núna, sko. Eða skilur við. Já, þetta er gert, sko. Og það er þessi ótti. Og þú veist, alveg fyrir MeToo og fyrir allt þetta, það var samt bara þannig að það voru einhver svona siðferðisleg norm sem eru máluð á okkur vegg eitthvað staðar, boðorðin 10, eitthvað svona dogma, skilur við. Og við gerum ekki þetta og við gerum ekki hitt og allt þetta. Og ég held að sé bara svo, það er bara svo auðvelt að loka sjálfan sig inni á köldum og dimmum stað, bara inni sjálfum sér, þar sem að maður er bara, þú veist, ég er ekkert að fara að segja þér sannleikann. Ég er ekkert að fara að segja foreldrum mínum sannleikann. Ég er ekkert að fara að segja systkinum mínum sannleikann. Skilur við. Og ég meina, varst þú ekki bara þarna þegar bróðirinn hringdi og sagði bara, heyrðu, við sjáum þetta öll fáið til þitt, skilur við, þú veist. Ætlarðu bara að vera þarna inni, eða? Þú veist, ég var bara þarna, sko. En óttin gerir það verkum að við setjum girðingar. Já. Og ítum samfélaginu okkar svolítið frá okkur, út frá óttastaðnum. Já. Og ég held við búum í samfélagi sem er mjög hrætt. Klálega. Og samfélag manna, hvort sem hér á Íslandi einhversta annar staðar, mann búið viðsvegar heiminn, en þetta er alltaf það sama. Ótti keyrir samfélag frá degi til dags. Já. Það hljómar eitthvað það. Já, og það er líka bara þannig að við erum, sko, ég fór að stúdera þetta, þú veist, eftir að hafa upplifað svona ótrúlega mikið lífsgæði í því að líða betur á þess að vera á lyfjum, skilur við, þú veist, það þekkja það allir að vera í miklu sársauka og fá verkjalyf og allt í því bara, þú veist, manst ekkert að það verið að skera þig upp á því, þú veist, við vitum alltaf hvað líkaminn á sársauki er og örugglega flest öll alveg færum það átt okkur á hvað tilfinningalegur og félagslegur sársauki. Getur líka verið kynlíf, spilakassi, áfengi. Algjörlega, því að þarna tímabundið að þá upplifum við okkur sem eitthvað svona sigurvegara eða fáum lána sjálfsmynd í umhverfinu okkar, skilur við. En það sem er sko, sem ég ætla að segja er að sko, svo fór ég að stunda hugleiðslu og læra jóga fræði og fór að lesa mig til um mannusmál og alls konar svona hluti og sálfræði og það sem ég áttaði mig á er að sko, og svo eru taugavísindin og allt þetta og við erum alveg byggð þannig að við erum með eðluheila og svo erum við með framheila og eðluheilin fær 2 tilfinningar og það er þetta sem við kallum fight or flight þannig að við erum annarkvort erum við óttaslegin af því að það er ljón eða úlfur eða skilur við eitthvað það er eitthvað monstrangi, það verður ógn okkur
eða við upplifum ógnun og þá fer niður kortisol og fullt af hormónum úr amygdölu sem bara vöðvi, bara kirtill sem pumpar út af hormónum og þessi efni koma niður í taugakerfið okkar og taugakerfið bregst við með því að framleiða adrenalín og adrenalínið á að hjálpa okkur að vera í viðbragði og hoppa frá bílnum sem að koma þannig að þetta er frábært system að hafa sko það er svona bara svona sjálfvirkt þjóðvarnarkerfi skilur einhverju lest í borg það sem er mikið af þjófum og við erum að passa síman okkar skilur en svo bara er það þannig að þegar er adrenalín líkamlega á okkur að þá fer framheilinn sem er sko búin til þess að hjálpa okkur að leysa þrautir og leysa vandamál það fara að leita vandamáli það er adrenalín líkamanum af hverju og kortisol og þessi efni er allir líkamanum af hverju eru þau þarna það er svona mikið af þessu hvað er vandamálið hvað er hættan og það er kannski 3 mánaðarins og við erum bara eitthvað á ég fyrir rafmagnsreikningum er að koma næstu mánaðamót fasteignagjöldin hvað var Palli á kaffistofuna að meina í morgun þegar hann sagði að ég væri alltaf í svo skemmtilegum sokkum var hann að niðurlægja mig hann er alltaf eitthvað að segja Palli, já nei þau eru alltaf að tala eitthvað, þau eru alltaf að tala mig og áður við vitum að þá er framheilin okkar bara búin að reikna okkur eitthvað bara í það að Titanic er að sökkva og þú veist, og hvaða fleka ætlar þú að fljóta bara út í miðju Ballarhafi að þú drepist ekki og amygdalan er bara meira og við erum bara stöðugt komin inn í þetta og þetta er bara orðið svona útrúlega flott sjálfbært svona óttasystem skilur sem er bara, ertu að lesa mig? Já. Það sem hjálpar mér rosa mikið með þetta er bara hugleiðslega og þú veist að vera ekki að horfa á fréttir og vera ekki að hlusta á hvað dóu mörg börn á Gaza í nótt og vera ekki að heyra hvað það sé erfitt að vera trans og vera ekki að heyra af því hvað VR ætla núna að gera í slagnum við SA og að vera ekki að heyra hvað stýrivextir eru búin að hækka og þú veist þessi stöðuga áreiti að þessu sko sem er allt, ég er ótrúlega þakklátur aftur, ég er þakklátur fyrir mjög samfélagi og mikið af svona herskáu fólki sem er að vinna í þessu máli fyrir mig sko ég sit bara heima og svo hugsa ég bara ömmu sko skilur, bara í Keilufellinu sem að spila oft Olsen og hún var með svona brosa gamlu sko og hún svona hló stundum og henni fannst ég fyndin og skemmtilegur og ég þykir óheyrlega vænt þessa konu kendi mér að reyna skó og ég er svo þakkláttur frá ömmu og ég á andlitið á henni þar sem hún sko brosir sko upp í sko það, hún er blaut í augunum og stundum er ég bara með henni þar það er eitthvað að þurfa stressa þér og eitthvað þá finnst mér rosa gott að setjast niður og bara já þú ert alltaf jákvæð og það er bara svo skrítið þetta bara svona eftir bara nokkra sekúndur ég hugsa krakkana mína á okkur momentum skilur, opna jólapakka eða eitthvað, ég man bara eftir svona moment, svona happy place þar sem ég er bara í samkennd með einhverjum og það er bara svo ótrúlega gott bara, ég finn bara allt þetta eitur bara skólast út í taugakerfinu bara á nokkrum sekúndum sko Það er nefnilega einleið, hugleiðslan er frábær, ég tek undir það. Já. En við heyrum meira og meira af þessu konsepti kulnun sem að fólk sem er að koma inn á miðjan aldur og þú teknar þetta svolítið flott upp, svona hvernig líffræðilega þetta virkar allt saman og veist, framheilinn og allir pakkin. Ég horfa á hundinn minn ef hann er stressaður þá tekur hann bara geðveikiskastinn út í garðinn og hleypur það úr sér. Já. Hann brennir kortisol. Já. Nútímamaðurinn brennir ekki kortisolinu og veist, bara svona meðalgaurar eins og ég og þú og erum ekki alltaf á fjöllum í rektinni, einhverju svona brunasystemni sko. Að
ég held að kulnunum sé partur af kortisólinu. Hún situr uppi með í líkamanum og finnur fyrir vanmættiðinum í aðstæðum. Skildist þetta? Sko, þú ert raunverulega að segja bara nákvæmlega saman og ég var að segja. Ég skilði fullkomlega. Það sem að, ef ég endur orðað það sem þú ert að segja, eða í framhald af því sem ég var að segja áðan, að ástandið, þar sem þú ert komin í þennan vítahring, ég var þarna, ég fekk taugaáfall fyrir 12-13 árum, skilur út af 10 árum. Þá, það er það sem við köllum. Það er ein birtingamynd þess að vera komin í vítahring af neikvæðum hormónum og það er alltaf bara, ég veit að það er sól úti en ég bara, I can't even, ég get ekki einu sinni, þú veist, konseptið að bara fara inn á skrifstofu í vinnuna, konseptið að taka upp símann og hringi í bassmóðum minna, konseptið af því að hringi, þú veist, ég bara meika þetta ekki, ég bara nenni ekki neinu og ég meika ekki neitt. Af því að það bara taugakerfið í mér, þú veist, það er að keyra á svo örri tíðni af, það er svo stöðugt adrenalín og voru svo stöðug spenna að ég er bara katatóniskur. Og þetta kallum við burnout. Önnur birtingamynd ég fæ ofsa kvíðaköst. Það sem að, þú veist, að því kulnun er svona bara, það er svona langvarandi ástand, það sem að þetta gerist hægt og rólega og svo bara allt í einu er það bara orðið þannig að bara, það er bara stöðugt að ég meika þetta ekki. Kvíði og kvíðaköst, það er svona, það sem að, þú veist, þú færir svona ofstóran skaft, sko, af þessu kokteil, sko, og í því ástandi verður katatóniskur, sko. Þú veist, og þetta er allt, svo heitir þetta allt eitthvað, þetta er félagskvíði og svo heitir þetta sko kvíðaröskun og svo heitir þetta ADHD og svo heitir þetta, þú veist, þetta heitir alveg milljón nöfnum. Já, svona fag heiti og svo, sko. Já, og mismunandi geðlyf sem að henta fyrir hverju og einu, sko. En ég held að, sko, þú veist, og svo bara erum við náttúrulega bara búið í samfélagi sem er líka, það er alveg eldgos og það er alveg kalt úti og það er alveg, þú veist, þörf á mæðrastyrksnefnd og það er alveg þörf á stigamótum og það er þörf á lögreglunni og bröðarliðinu og þú veist, það eru raunverulega slæmir hlutir af faktorar sem að eru raunverulega hættulegir í kringum okkur, sko. Og fókusin einhvern veginn á það að einhver manneskja, 27 ára gömul manneskja sem er bara, þú veist, þurfum við bara að fara og vera á strönd að leysa sudoku eða skilur við bara með framheilan bara í einhverju abstrakt hugsun, þú veist, eitthvað pæli í fagurfræði, fara til Mílanó og veltaði fyrir sér hversi munurinn á hvernig líður mér þegar ég horfa á jóníska súlu eða dóríska súlu, veist, þetta eru krónurnar á mismönd, einhverjum svo grískum súlum, skilur við, hvernig líður mér gagnvart gullinsniði í Pantheon. Það er eitthvað svona, af því að þú þurft bara að slaka þess á, sko. Það hætti að hugsa mánaðamótin, það hætti að hugsa skilur við úlfinn, það hætti að hugsa þetta og þá farðu bara að njóta lífsins aðeins. Já, en þeir heppnu, eins og þú, einhvers staðar hafið þú eðlislega getu til að taka sjálfina í fangið og búa til úr öllu einstakling sem heitir Þorgeir og situr hér og nú og er alveg að púla það að þeir leita ekki þannig út á leiðin. Þetta gata að fara í skurð á svona mörgum stöðum í ókvanum og skömminni og vanlíðanum og þess að segja sko, og þú ávarpaði líka að það tekur heilt þorp að alveg mann. Það er þannig og við sem eigum rótlausan grunn þá er þetta bara að flikka pening hvert viðkomandi fer. Þetta er ekki geimvísindi. Nei. Ég man eftir því ég bjó í Afríku og var í námi þar og það var alltaf sól. Ég skildi ekki af hverju ég var alltaf með sektarkennd inni. Svo allt í mig rann upp fyrir mér að ég var alltaf með sektarkennd inni í húsnæði að það var alltaf sól. Því ég er alveg upp fyrir það að verða út að leika þetta sól.
það kom það Já. og búandi í landi sem var alltaf svo þannig ég er alltaf sektarkennd inni þetta þorpið alveg svo þú ert að lýsa og svo fer maður inn í fullorðinsár með bakgrunnin sinn mishæfan það er ekki til fullkomnir foreldrar sko en ég segi til hamingju með þetta bara ánægður með því að sjá sigurinn á mótinu því að eins og ég segi þetta gat fyrir hann í skurð hvar sem var í þessu ferli Já, takk fyrir það og gerðu það raunverulega líka sko Já, en þú stoppar ekki skurðina Nei, en það er náttúrulega bara líka það er líka bara partur af þessari ótrúlegu svip sem við setjum á okkur sjálf og aðra eða svona sumir setja, skilur við að megi ekki keyra út í skurð fattar við þú veist, þetta er alveg bara svona já, þú veist, líkurnar á því að þú lendir í bílslysi fyrsta ára eftir að fara bílprófi eru bara þó nokkuð miklar sko það er bara að reikna þannig dæmi sko en svo erum við bara kannski bara partur af bara, já, þú bara partur af hérna 75% menginu sem að lendi í bílslysi bara fyrsta árinu eftir bílpróf skammast að þín fá þetta inn skilur við fyrir að vera algjörlega normal nei, skilur við, fattur við, þú veist fyrir að gera sömu mistökin og allir aðri gerðu en enginn þorir að viðurkenna og þá verður þessi guðdómlega innri skömm og pína skilur við, það sem við erum einhvern veginn ég er verri en þið ég hætti á bleiu seinna en þið ég er ófullkominn akkur er ég ekki eins og þið og þar aftur eins og ég segja þetta er bara sama veist. Svo vitum við ekkert hversi þið eruð og því þau eru í sama samskiptamönstri og ég og þú það er ekki gefnar allar upplýsingar það er bara gefnar fyrirsetning Já, sko, ég finnst svo gaman að segja fólki sögur í dag og ég er búin að átta mig á því ég er svona orðin eins og Guðmundur Oddur og þú og fleiri sem að ég verið langsamar að hitta listinni ég fann að segja sögurnar aftur fólk er farið að segja já að tokkja að segja þessar sögur þetta er svona sögurnar að tokka en það er þetta sko, þetta er svona ég myndi okkur við byggjum í algjörlega kommunikuríki það sem að bara að það er öllum jafngefið og og svo ertu bara búin með skólan og það verður að keyra þig inn götuna þar sem þú ert að fara í húsið sem þú fær maður í þinni stétt hérna. Þú ert búin að klára þetta nám og nú ferðu hérna og átt heimili hérna í þessari götu og þú ert að keyra þig inn og bara fyrsta húsið það er bara ótrúlega fallegu garður bara rósirnar og trén og allt að frétta í garðinum og bara, ég er svona fallega garð kekkja svo kemur bara næsta hús og það er bara eitthvað svona ólútagarður það er bara 15 krakkar og bara allir að leika sér og trampólín og eitthvað ég er að fara eignast svo mikið af börnum þetta er þvílíkt ríkidæmi svo bara næsta hús það eru bara einn Lamborghini og einn Ferrari þú veist, bara ég er að fara að gegja bíla svo bara kemur á þínu húsi og þetta er bara steinsteyp og klumpur og þú ert eitthvað hvar eru börnin og þetta og hitt og garðurinn og bíllinn og þú veist, maður fattar ekki sko, þau völdu öll fólk velur skilur þú getur ekki átt allt þú veist, þú getur ekki borðið saman við bílaeignina hjá einhverjum forbílasafnara sem er búin að vera erfindi það áhugamál frá afarsinum sko skilur þú getur ekki á sama tíma líka verið í fimmleikum 4 klukkutíma á dag eða í MMA og verið jafn góður og Gunni Nelson þú getur ekki verið jafn góður í MMA og Gunni Nelson og verið líka jafn stór og sterkur og Hafþór Júlíusson og verið síðan líka sko með öll elostíðin í skák og veðurfréttamaður þá er maður bara lélegur nei, menna, þú getur ekki þú veist, skilur við þú veist það er óraunhæfar kröfur sem við setjum á okkur og byggingamynd samfélagsins er stundum svo óraunhæf og meikar ekki sens en það var gerð könnun á því talandi við þetta, aðeins í útúrdúr það var gerð stór félagsfræðileg könnun í Bandaríkjunum á því fólk sem eignaðist allt einu hellinga peningum í ríkislottói urðu svona auður til bara svona óvart
það var einhver korfleg stúlka sem var með einhverja milljónir dollara og einhver fjölmið tók sér saman, gerði rannsókn í hvað varður allt þetta fólk. Já. Ég held að við liðið 3 ár ef þú bjóst í trailer að þú varst komin í trailerin og losaði við allan auðin. Þeir sem áttu auð fyrir voru bara svipuðum slóðum. Þá kemur þetta eins og með ástinni sem vorum að tala um áðan. Á ég skilið eiga húsi. Þegar þú virki fíkillin losa sig á allt sem þetta er ábyrgð og losa sig helst við húsi líka. Og þeir bara út á götu og þeir með gistiskilið. Að það á ég skilið eiga fjölskyldu. Ef svarið er nei, en þú segir já, þá er róheiðarlegur. En á ég að skilja að vera elskaður? Á ég að skilja að eiga þessa vinnu? Á ég að skilja að eiga þessa konu? Þessa vini? Það kemur alltaf hingað. Já. Nei, þetta er alveg rétt. Ég meina, núna er þetta að vera að nefna einhverja þjóðþekkta einstaklinga sem að ég þekki kannski lítið maður eða eitt einu sem tvisvar verðinni. Ég gleymi, sko, ég held að þarna líka hefur þetta líka að gera bara með kunnáttu og þekkingu, eins og þetta með peningana, sko, þó ég skilji. En ég man alltaf eftir, sko, ég var að debatera við einn vin minn sem var mjög reiður út í Gamma sem var á hér. Og þá sérstaklega fyrirtæki Gamma og þá sérstaklega sko nafngreindan Gísla í Gamma vegna þess að Gísli var að styðja sinfóníuhljómsveitina 20 milljónir á ári eða eitthvað svoleiðis og hafði fyrir það stúku fyrir Gamma í Hörpu en reiðin snerist fyrst og fremst það sko að það kostaði 900 milljónir að reka sinfóníuna og þessar 20 milljónir væri bara dropp í hafi. Það væri verið að hafa svolítið mikið fyrir þennan styrk með hvað hann væri nú lítill, sko. Og af hverju væri nú ekki Gísli líka styrkjast á dansflokkinn og eitthvað fleira og eitthvað svona. Og ég var bara eitthvað, ég seti þetta eins í samhengi fyrir þig, sko. Þú veist, ef þú fengir 500 milljónir í dag, þú veist, og hvað ætlar að gera? Kaupa hús, kaupa þetta, kaupa hitt, kaupa fyrir mömmu, hérna, og eðlilega hugsanir. Ok, og 250 milljónir eftir. Hvað ætlar að gera? Já, það ætla ég að hætta að vinna. Ok, kaupir ríkisskuldabréf fyrir 250 milljónir. Þú veist, sem voru í eðlilegu vaxtarumhverfi. Segjum í dag, 10% vextir. Það eru 25 milljónir á ári. Það eru 2,5 milljónir á mánuði sem átt í vasapinn. Nema hvað, að út af verðbólgunni þá verður það endur fjármagna. Þannig að þetta er ekki 24, þetta er kannski 20 milljónir. En ef það er ekki 10% vextir eins og í dag, það eru bara 5. Þú veist, það eru 250 milljónir alltaf að lifa því það sem eftir er þetta skammtaðir eitthvað bara kennaralögum mánuði, sko. Já, ok, já. Þú veist, á hvað tímapunkti ætlar þú að gefa sinfóníinu 20 milljónir? Það er 20 á ári, þú veist, í 10 ár. Nei, skilur við. Og það er eitthvað til þetta, þú veist, fólk er reitt út í þennan mann. Fólk var reitt út í hérna Skúla Mogensen eftir að maðurinn startaði og starfrækti flugfélagið mörg ár sem hann var í lággjalda samkeppni og fullt af Íslendingum unnu hjá og komust ódýrara til útlanda og allt þetta. Svo bara leiði þetta klikkar. Það var alveg leiður. Því einhvern aumingi maður. Ég bara eitthvað... Sér glimtina í þessu. Já, en líka sko það er þarna sem ég átta mig á því að þetta fólk kann ekkert að fara með peninga. Þú veist, að því að þú lætur ykkur þarna hafa 500 milljónir og hann fyrir bara styrkir mæðrastyrksnefnd 150 sem er fínt. Fínt fyrir mæðrastyrksnefnd og mæður og bönnum þetta, skilur við. En sá einstaklingur, hann er ekkert að fara, hann kann ekkert að fjárfesta þessum peningum. Hann kann ekkert að, hann skilur ekki, skilur. Nei, og það komum aftur því að eiga það skilið. Því að sá sem eignaðist alla þessar peninga í hjólhýsinu, hann gerir bara það sem hann kann. Systematískt án þess að hugsa upp á, losa hann sig við peningana í lélegum fjárfestingum og keypti hvað drast, en endaði aftur á sama stað að þetta var óunnin einstaklingur. En ég sé að klukkan er farin að tifa ansi á okkur, mér langar til, og gaman að sitja þetta með þér, virkilega gaman. Mér langar að stikla á stóru, þú ert svo mikið listamaður,
þú ert búinn að vera graffari, þú ert búinn að vera í tölvuleikjabransa, þú ert búinn að stíga vísvega niður starfslega. Má ég fornast það? Já, ég sko ég byrjaði nú að vinna bara 11-12 ára, þú veist, ég var að gangi úr, selja harðfisk og ýmislegt svoleiðis. Við varum komin á Granda bara, þú veist, á færiband eitthvað bara, þú veist, milli 9. og 10. bekk, skilur. Þú veist, ég hef alltaf unnið og alltaf kunnað að tjena peninga. Ég fer síðan í, þú veist, ég lesblindur, Guðni Kolbeins hitti ég í iðnskólanum í Núlafanga í íslensku og hann að klóra sér í hausnum við því að ég skildi næst að ég hafa dugsað í stærðfræði en fallið í íslensku og hann áttar sig á því að ég lesblindur og setur mig að hraðastanámskeið og svona hjálpa mér mikið með það. Ég fer sérst í gegnum í mikilli minnumáttarkennd. Öll mín verk hafði verið, ég hefði fengið einkunn í öllum fögum fyrir stafsetningu. Ég hafði aldrei verið, sko, í neinu bóklegu fæi verið dæmdur út frá því sem maður var verið að fjalla sko. Ég fjall alltaf á stafsetningu í sögu og eðlisfræði og í öllu, sko. Og þannig var það bara þá. Svo þannig að ég lauk minni framhaldsskólagöngu þannig að ég var að læra allt sem ég gat gert með höndunum. Ég brautskrifaði þetta myndlistabraut í FB, klassíska myndlist, þá var ég búinn að vera í kvöldskóla, iðnskóla, að vera smíði, rafmyndavirkjun, loksuður og alls konar, allt þetta sem var svona bara eitthvað mjög færi starffræði og var þá mikið í götulist. Ég var að hanga mikið á tattústofum og ég var í graffiti listinni, ég var ég var að prjóna, mér fannst stússíhúfur flottar, þá fór ég bara að læra að prjóna húfur og var svona mikið í allu þessu og fer svo í grafíska hönnun í Listaháskólanum, læri náttúrulega hönnun þar og fer inn í Kling og Bang eftir það, að kenna myndmennt í 2-3 ár. Allan að tíma hef ég líka gífurlegan áhuga á tónlist, þannig að ég vildi vera plötusnúður, ég var fikra mig áfram í raftónlist, ég er sjálfmenntaður í, þú veist, tónfræði, taktfræði, rytmum og öllu þessu og búinn að læra þá klassíska myndlist, búinn að læra handverk, búinn að læra hönnun og ég er eiginlega svona endurreisnar maður, raunverulega. Bara, þú veist, mér finnst bara einhvern veginn þessi starffræði sem liggur í gegnum þetta allt saman er bara það sem heillar mig. Þú veist, þetta þetta að reyna að finna þetta dulda tungumál, skilurðu, ég líta kóðinn og tíðnirnar og þú veist, hvað það sem á bakvið þetta og hvernig við með augunum okkar túlkum tvívít yfir í þrívít og bara allt þetta bara alltaf heillar mig og þú veist, svo bara býðst mér vinna í kvikmynd og ég vinni þar upp, byrja bara á skóflunni í Flagsson og Faders yfir í það að ég er alltaf inn að fara að mála skriðdrekan og setti og svo út úr því þá detti ég einhvern veginn inn í það að fara að setja viðburði með True North, þú veist, bara að fara að raða borðum og stólum og einhvern veginn tókst mér að tróða 300 manns inn í sal sem að engum hafði tekist að setja fleiri en 200 inn í og það var bara að setja með stjörnu og það bara, þú veist, og svo bara þetta er eitthvað 2002 eða eitthvað 2008 sitt ég uppi með viðnefni Arkitektinn á hruninu af því að ég var búinn að vera að hanna sko matseðilinn yfir í bara skemmtiatriðin og útlitið á sko einkaafmælum útrásarvíkinga og árshátíðir bankastæðstu hátíðir út og allt sem það hefur gert á Íslandi. Svo dettur náttúrulega botninn á þeirri tunnu þarna í 2008 og þá fer ég og gerir nokkra stóra bíómyndir með True North aftur og er svona í hinum og þessum sérverkum og fer aðeins inn í leikhúsið fyrir að reka málardeildina í Borgarleikhúsinu og allan að tíma er ég að teikna og mála og gera tónlist. Ég vann gerði ég eitt ár, þá gerði ég allar afmælisgjafir sem að Þjóðleikhúsið gaf leikurum og svoleiðis og málaði ég portréttmyndir af Vigdísi Finnbogadóttur þegar hún var 75 ára og þú veist ferðast heiminn sem tónlistarmaður og gefið út plötur mörgum löndum undir alls konar dulnefnum og
enda síðan á því að ég átta mig á því þegar ég er búinn að vera í þessum stóru kvikmyndaverkefnum og ég er alltaf að fara að innrétta skrifstofur, ég fara að gera sko hluti. Ég áttaði mig á því að þetta er áður en ég tek ákvörðun að vera edrú og þá var svona þannig að læðist að mér að ég er hættur egoið, ég er hættur að vilja vera í forgrunni. Mér langar ekki að vera maðurinn við mikrofóninn á sviðinu. Eða þú veist, ég get alveg gert það. Ég þarf þess ekki. Það snýst ekki lengur það. Heldur snýst þetta það að vera stoltur af afrekinu, af lokaverkefninu og ég fer að átta mig á því að þetta eru stórir hópar. Það sem ég er búinn að vera að gera í þessum viðburðum og í öllum þessum verkefnum sem ég er stoltastur af var það að ég var að leiða saman þverfagleg teymi, stóra hópa af fólki sem að stækkaði hvert annað og var ofta að túlka á milli og svona þú veist, og ég áttaði maður að ég fékk ánægju úr því að lyfta öðrum upp með þeim hætti og svo var ég einhvern veginn líka því ég hef alltaf verið ágætur í starffræði og alltaf verið svona með augun á peningunum, þannig að ég var alltaf datt oft í það að reyna straumlínulaga að það er meiri ágóða verkefnum og það eru betur rekin og það eru gerð betur og allt það, þannig að ég var hvattur til að fara í MBA-nám og geri það á þessum forsendum og mér langi til að leiða saman þverfaglega hópa til þess að búa til eitthvað sem er stærra en einstaklingurinn og Svona startup dæmi meira eða ég er bara að reka fyrirtæki, skilur þú veist, bensínstöð er þetta sama, skilur þú veist, það er bara fullt af alls konar fólki sem þarf að koma saman til þess að úr geti orðið stærri og betri heild með góðri þjónustu sem er þú veist, skila sér ánægði viðskiptavit, skilur þetta er munurinn og egóið þjónustu, skilur og ég þannig að ég verð síðan edrú hana í miðju MBA-náminu klára það, tek seinna árið á þessu ferðalagi sem ég er að fara í gegnum hana og fæ síðan bara í hendurnar bara litla 6 mánaða tölvuleikjaskrifstofu sem er svona partur af íslensku fyrirtæki sem er stofnað í Shanghai. Löng saga stutt, 4 mánuðum seinna, 3,5 árum seinna, þá er þetta orðið 40 manns sem eru með beint reporting til mín og við erum með verktaka, við erum með skrifstofu í Shanghai sem er frá móðurskrifstofu, þá erum við búin að stofna skrifstofu í Los Angeles og í Singapúr, við erum með verktaka í Ástralíu og ég er að borga laun allan heim og bara einhvern veginn komin á blæðandi þingsporum, tækniframþróun í tölvuleikjagerð og nýjum sýndargjaldmiðlum eða hvað maður kalla Bitcoin og allt þetta og sýndarverðmætum og þessum NFTs og allt þetta dót. Og ég áttaði mig bara svolítið á því að ég var bara svolítið komin á þann stað að þetta var bara orðið, þú veist, óstórt. Þetta var orðið, ég var bara, þú veist, komin á einhvern ákveðin hjara veraldar og þú áttaði bara einhvern veginn á því þetta er ekki hóllinn sem ég ætti að deyja á. Þetta var gaman að fara hingað. Þannig ég ákvað þá var ég orðinn stjórnarformaður hagsmunasamtaka tölvuleikjaframleiðenda á Íslandi og komin inn í stjórn Nordic Game Institute sem er samnorræna starfsamstarfið sem var keypt áfram af ráðherranefndum hérna í gamla daga og ég komin inn í það að ég þarf að hjálpa European Game Developer Federation að samræma hagtölugreiningar á Evrópusvæðinu. Það var orðið svolítið svona, þú veist, einhver aðeins annar gæi heldur en ég bara allt í einu bara þú veist, ég er orðinn stór og þú veist, eitthvað Newsweek að hringja því að þeir vilja fá hagtölur frá Íslandi því að forstjóri CCP sagði talaði við formanninn, skilur við, þú veist og þá fannst mér ég vera orðinn stór og svo bara leið annan dagur og þá fannst mér ég vera orðinn stór og svo var ég bara allt í einu orðinn svo rosalega stór ég hugsaði bara, þú veist þannig að fyrir ári síðan, rétt rúmi ári síðan þá bara húplaði ég mig þar út ákveði hjálpa litlu tölvuleikjafyrirtæki að spretta og krakkar sem ég er búin að vera mikil aðdáandi eða fólk sem ég er mikil aðdáandi og náði að hjálpa þeim að fjármagna það fyrirtæki og fer síðan upp á stík fyrir hálfu ári síðan það tók 6 mánuði og mjög stoltur af því að það geta fengið að senda þau að stað allavega í mikla vonandi eitthvað geggjaævintýri sko og svo bara allt í einu núna þá ég bara aftur farin að reikna út hvað leikmyndir kosta og þú veist
halda íventa, halda tónleika heima hjá mér og hjálpa ykkur fólki sem langar að vera að stofna lítið fyrirtæki og þú veist, þannig ég einhvern veginn svona já, ég svona svolítið bara ég ekki frjálsu falli lengur, sko. Á þeim stað sem þú vilt vera á? Já, klálega. Ég meina, ég á lífi. Börnin mín eru heilbrigð og glöð að sjá mig. Kona mín heilbrigð og glöð að sjá mig og yndisleg. Og og ég á marga vini sem að ég ekki bara þakkláttur fyrir, ég stoltur af, sko. Og þú veist, og þessi hlutir, sko, sem ég hafði svo mikið miklar áhyggjur af að það einhvern veginn fljóta bara, skilur við. Þú veist, að koma upp svona skrýtnar spurningar eins og þú veist, ekki gagn af mér einhvers staðar? Ég orðinn gagnslaus? Ég orðinn tilgangslaus? En þú veist, þá þarf ég bara alltaf að rifja það upp, þú veist, þú ert að hvort þið að spila allir þessi hlutir sem að væri eftirspurn í því út af, sko, til að byrja með eru og endar algjörlega, sko, í mannkynssögunni nobody gives a shit, sko. Þannig slakaðu bara á og njóttu þess sem það skálaði við vinnin í Jesú vegi og naut að brosa, skilur við. Það klæði vel að brosa. Já, það klæði vinnin. En ég meina, Þorgeir Frímann Óðinsson, þetta var formlegt, maðurinn nefndur, Þorgeir Frímann Óðinsson. Það var gaman að sitja með þetta Toggi, ég þekki bara sér Toggi. Já. Takk fyrir að koma. Já, bara mjög alveg, gaman. Já, og fyrir hönd okkar Gunnar Bjarni segi takk fyrir að koma í Kaldabotinn. Og þið sem eru að horfa, eða þú sem ert að horfa, þið getið sendt okkur mail á bíra.is og kvartað eða klappa okkur, hvernig sem það liggur. En takk fyrir þið sem hafa sendt okkur jákvæð skilaboð og takk fyrir að horfa.